Þau stórtíðindi urðu í viðskiptalífinu páskaleitið að allir 3 bankastjórar Landsbankans, Björgvin Vilmundarson, Sverrir Hermannsson og Halldór Guðbjarnason, sögðu upp störfum sínum. Ástæðan var greinargerð Ríkisendurskoðunar kostnað bankans vegna veiðiferða, risnu og fleira. En þessi kolsvarta skýrsla er hrollvekja, skelfileg hrollvekja. Hún er hreint áfall og blaut tuska framan í þjóðina. Ríkisendurskoðun gagnrýndi meðal annars að bankinn hefði árum saman keypt veiðileyfi í Hrútafjarðará af Fálki ehf. Sem var í eigu Sverris Hermannssonar og fjölskyldu hans. Í ljós kom að viðskiptaráðherra hafði áður gefið rangar upplýsingar þessi mál á Alþingi, en svar ráðherrans byggðist á upplýsingum sem hann fékk frá bankanum. Ég treysti nýkjörnu bankaráði Landsbanka Íslands h.f. til að grípa til aðgerða sem verða til þess að draga úr þessu áfalli og byggja nýju traust á bankanum. Í kjölfarið var Halldór J. Kristjánsson, ráðuneytisstjóri í viðskiptaráðuneytinu, ráðinn bankastjóri Landsbankans. Ríkisendurskoðun gerði sams konar úttekt á veiðikostnað og risnu í Búnaðarbanka og Seðlabanka, en þar voru frávikin mun minni en hjá Landsbankanum.